Kom þér mest á óvart í þeim viðtölum sem þú tókst og í þessu ferli allir saman? Já, það sló mig svolítið að þetta eru tveir hópar sem eru fátækir í Íslandi. Annar hópurinn er fastur í fátækragildru hérna á bótum, á örorkubótum eða eitthvað slíku. Og oftast eru þeir sem eru verst settir, þar fólk sem er að berjast við geðsjúkdóma. Og þess að þar höfum við mesta fordómana og kerfið okkar hefur mesta fordóma. En svo komur óvart líka að það er annar stór hópur sem er að festast bara í fátækragildru. Og það er þetta unga fólk sem er búin að mennta sig með mastersgráður í kennslufræðum og er að kenna kannski í grunnskólum Reykjavíkur. Og er með þannig launastrúktúr að það hefur hreinlega ekki efni á því að vera til. Og ég hugsa meira að starfsmaður Ríkisútvarpsins sem að flesti starfsmenn Ríkisútvarpsins sem eru ungt fólk sem er búið að mennta sig og fá BA-gráður og meistaragráður sem er kannski 300 skall útborgaðar á mánuði. Og ég þarf að veðja að fólk má leiðrétta með ef að starfsfólk ríki, það er bara að því að fólk er kannski með, þó þú væri með 560.000 mánuði, þá ertu með 380.000 krónur útborgað. Og við erum ennþá að búum ennþá í heimi þar sem okkur veist bara, vá, er þessi manneski með 560.000, ólega það góð laun. Þau voru það kannski 1990. En árið 2017 er 380.000 krónur, útborgað, hlægileg laun. Hvað þá að þú átt 2 börn, er kannski að borga 200 skall eða 230 skall í leigu hjá Gamma. Það var bara brandari. Og það komið líka óvart. Við erum búin að siga, og bara stjórnmálamennir okkar, hvort sem það er Dagur B. Eggertsson eða hvaða stjórnmálamæður sem það er, þá erum við búin að siga Gamma og Hrægamma sjóðum á okkar fátækasta fólk, bara íslenskt alþýðufólk. Þú átt að vera að leigja núna bara í fellanum eða bökkunum af fégráðum sjóðum að því að búið að leggja niður verkum. Verkamannabústaðir ekki til lengur sem að hinum megin þar fengu foreldrar mínir fyrstu íbúðina sína, Strandaseli 4 í verkamannabústaðum. Þá var mamma heimavinnandi og pabbi var fátækur námsmaður og þetta var fátækt fólk, staurblaung. Það er bara búið að leggja þetta niður. Núna getur ungt fólk ekki komið sér í örugt gott húsnæði. Og hvort sem það er, og það komið svolítið óvart að þú veist, við erum bara búin að skilja ofboðslega marga eftir. Og ég var að vinna, síðasta vinna sem ég vann, nú er ég heimavandi rithöfundur, síðasta vinna sem ég vann, þá var ég ritstjóri Fréttablaðsins. Og maður var að semja við fólk laun bara eftir kjarasamningum Blaðamannafélagsins. Og maður var alltaf bara með æluna í kókinu. Þess að maður var að horfa á eftir ungu fólki búið að mennta sig með börn á skítalaunum.